Góðan daginn, kæru félagar. Velkomin á þennan fjarfund. Þetta fjarfundarerindi sem fjallar í dag atvinnulýðræði. Hvar stöndum við? Gaman að sjá góð þátttaka eins og svo oft áður og ég ætla að fara yfir þetta stutta erindi sem eðli málsins samkvæmt stutt erindi rosalega stórt málefni, þannig að ég svo sem ég vona að haldi það ekki ég ætla að tæma efni, það nú held ég nokkra daga prógram, en ég vonast að gefa ykkur smá innsýn inn í svona hugtaki sem alltaf í umræðinni og hvað við þurfum hvað vonandi ef við höfum allavega réttar upplýsingar eitt getum við haldið umræðinni áfram og eitthvað gott komið í því. En staðsetjum okkur aðeins í svona hinu pólitíska spektrumi og þá langar mig að drepa niður á nýliðnu þingi ASÍ og það nú eins og tilefnið af hverju við erum að fjalla um þetta í dag og við verðum að muna eftir því að virkja þingið, halda þessari góðu grósku sem þar í gangi, halda henni gangandi og þess vegna leggjum við mikið upp á þessari tengingu, en úr ályktun tækniþróun og skipulagsvinnunnar að þá segir þar stefnu ASÍ að atvinnulýðræði með aðild starfsmanna stjórnum fyrirtækja hefur aldrei verið mikilvægara. Og verkefni ASÍ þá samþykkt af þinginu gera kröfu atvinnulýðræði og rétt starfsmanna til að skipa fulltrúa í stjórn fyrirtækja. Og eins og ég kom að áðan þá lýðræði og atvinnulýðræði afbragðslega stórt og mikið hugtak og ein útfærsla af slíku þetta fulltrúa lýðræði sem hefur verið innleitt á nokkrum stöðum þar sem að fulltrúar starfsfólks þar sem að starfsfólk á fulltrúa í stjórnum fyrirtækja og ég alltaf að einskorða umræðina við það. Það til skráða reglur og slíkt og þó þessi frábært að fara í einhverja filosófísku umræðu hvað atvinnulýðræði og gildi þess og kosti og galla, að þá verður það held ég því miður að bíða sinn tíma. En nokkra vangaveltur, í kannski svona grófum dráttum getum við skipt lýðræði niður í tvennt. Annars vegar stjórnskipunarlýðræði sem þá þetta hefðbundna lýðræði sem notast við til að stýra löndum. Í Íslandi erum við með okkar þing og lýðræðislega kjörin þjóðarleiðtoga og slíkt. Og svo hinn hliðin af lýðræði ákvörðunarlýðræði. Þetta svona miklu óformlegri sem fasi. Þetta bara vangaveltur það hvernig við tökum ákvarðanir fyrir hóp fólks. Lýðræði jú einhvern veginn allt í kringum okkur, þetta getur verið í húsfélögum, þetta getur verið bara í stéttarfélögum, þetta getur bara verið vinahópum, skólastofu, vinnustöðum og svo framvegis. Aftur má svo skipta lýðræði niður í, og þá við bæði stjórnskipunarlýðræði og ákvörðunarlýðræði, annars vegar fulltrúalýðræði og beint lýðræði. Ég held að svo sem þekki þetta flestir. Ég held að í okkar blessuðu hreyfingu erum við dálítið beggja blands. Við erum með notum talsett við að fulltrúalýðræði meðan annars á þingum og slíku, en svo erum við líka mikið að beinu lýðræði í atkvæðagreiðslum verkföll, kjarasamninga, stjórnir og slíkt sko. Og þetta einu spurning hvernig að taka ákvarðanir sem varðar hóp fólks og það alveg það sem það getur átt fyrirtækjarekstur líka, hvernig á að taka ákvörðun sem varðar hóp fólks. Það auðvitað hagsmunir fyrirtækisins, það hagsmunir starfsmanna, oft fyrir þetta saman, ekki alltaf. Og hvernig bara á að gera þetta? Það alltaf að fjármagnseigendurnir eiga alltaf að taka ákvarðanirnar eða á að vera lýðræðislegra með einhverjum hætti? Þetta einhvern veginn spurning, atvinnulýðræðum finna einhvern miðað við kannski það svona kapítalíska kerfi sem við búum við, þá þetta einhvern veginn mörkin eins á milli þess að finna, þetta verkefni við finna mörkin á milli þess að það sé svona tiltölulega létt og þægilegt og praktískt að stýra fyrirtæki annars vegar og það að fólki finnist að tilheyra einhverju apparati og svo ættum við ekki gleyma því og það mín skoðun og ég held vonandi verkalýðshreyfingar líka
að fyrirtæki sem taka tillit til og hlusta á sitt starfsfólk, stjórnir sem hlusta á sitt starfsfólk sem að vinnur verkin, að það nú gjarnan fyrirtæki sem eru ganga betur og betur rekin og almennt betri ánægja. En já, ég bara velti upp þessari spurningu hversu samtvinnalegir eru hagsmunir fyrirtækis og starfsfólks, laun og arður, það misjafnt bara hvernig fyrirtæki reka sig, sum trúa á að arður myndist með góðu fólki og borga sanngjarna góð laun, sum fyrirtæki líta á laun sem ógn við arðgreiðslur, því meira sem fyrirtæki þurfa að greiða í laun, því minna mun fara út í arð. Þannig að þetta svona ýmislegt. Og svo auðvitað líka aðeins til að henda fram meiri vangaveltum einhverjum lýðræði, að lýðræði getur verið formlegt, að það þá formlegt segi ég að það getur verið flotta reglur og skráða reglur og allt það. En svo getur haft faktískt lýðræði, að þá kannski það óformlegra, en það svona, fólki finnst að tilheyra ákvörðunartökunni. Þetta bara svona virkt samfélag og þannig að þetta kannski ekki allt auðvitað best að hafa bæði formlegt og faktískt lýðræði, það ekki eitt útilokað annað, alls ekki, en við erum ekki vel sett með bara formlegt lýðræði, það til í fullt af ríkjum sem bara formlegt lýðræði, en svo bara átt við það með ýmsum hætti, kannski ekki beinu kosningasvindli, heldur bara alls konar félagsleg vandamál og slíkt sem gera verkum að það ekkert formlegt lýðræði. Það getur verið bara kynþáttahyggja og svo framvegis. Og svo erum við líka með alls konar samfélag og hópa það sem að kannski takmarka formlegt lýðræði, en það mikið faktískt lýðræði. Það engar ákvæmnar teknar nema að allir séu með. Þannig að þetta svona, við erum að reyna að finna svona begge plans. En hver eru kostir atvinnulýðræðis? Jú, það eru þetta gamla góða latínu slagorðið okkar, nihil de nobis sine nobis, eða ekkert okkur án okkar, eins og sem að þýðir nú beint yfir íslensku, sem gjarnan notað í réttindabaráttu. Og það auðvitað bara þessar röksemdir að ég meina það fullt af starfsfólki sem á lífsviðurværi sitt undir rekstrinum, eitthvað sem virðist vera smávægilegar ákvarðanir fyrir stjórnendur og stjórnir, eins og breytingar á hinu og þessu getur varðað fólk stórkostlega miklu máli, þannig að þetta svona ákveðið ójafnvægi sem getur verið þarna. Og gagnrýni atvinnulýðræði svo aftur með hver á að bera ábyrgðina, á að fara að gera launafólk ábyrgt fyrir rekstri fyrirtækjanna. Stjórnendur geta þurft að taka erfir ákvarðanir, þannig að þetta getur alls konar klemmur þannig að myndast í þessu. Og ýmsar spurningar, hvar á hollustan að vera, hún hjá starfsfólkinu, á meðan kannski meira stjórnir fyrirtækja svo að hollustan verður að vera hjá fyrirtækinu. Þetta í sjálfu sér umræða sama meiðis og kannski þessi svona, á þess að fara inn á það jarðsprengjusvæði, en kannski svona eins og lífeyrissjóðsklemman okkar í núna, þar sem að við eigum mikið af fólki í stjórnum af lífeyrissjóðu sem að hefur af miklu fjármagni úr miklu fjármagni að ráða, og ég ætla ekki að fara inn í þá umræðu, en það alveg hægt að sýna því skilning að þessar umræður kvikni sko hver ber ábyrgðina á þessu blessuðu fjármagni. Þannig að þetta svona sama klemman kannski. En aðeins bara rétt setta rétt á Ísland og atvinnulýðræði til að færa okkur yfir í meiri pragmatíska hluti. Sko það eru engar beinar reglur, það engin lög að starfsfólk skuli eiga fulltrúa í stjórnum fyrirtækja. Það eru afskaplega takmarka reglur stjórnum fyrirtækja almennt, það þó reyndar ákveðnar stærðir þurfa að hafa aðalega báðum kynjum. En það hins vegar á íslensku rétti eru lög upplýsingar og samráð við fyrirtækjum sem kannski hugsað sem einhvers konar lýðræðis auki í fyrirtækjarekstri, og þetta þó að ræða formlegt ferli til að miðla rekstri upplýsingar til starfsfólk, eiga samráð málefni,
Þetta gildir fyrirtæki með 50 starfsmönnum eða fleira. Þetta ekki stjórnarsæta, svo því sé haldið til haga. Þetta mekanismi sem að gera verkum að fólk hittist hérna, eða stjórnendur hitta starfsmannaráð 2-3 á ári og segja þeim svona frá rekstrinum og upplýsa þeim þessi hluti. Þetta svona einhvers konar kvasi útgáfa af kannski af stjórnarsetu, ég veit það ekki. En þetta kom til með Evróputilskipun, það satt að segja lítil stemning fyrir þessu í Norður-Evrópu. Við einhvern veginn kann ekki alveg að skýra hverju, við kannski eigum ekki svona mikið stórum fyrirtækjum. Það þetta virk stéttarfélagsþátttaka á trúnaðarmenn á vinnustöðum og slíkt, sem að þetta svona kannski svona viðbótarkerfi sem að menn kannski ekki alveg tilbúnir að sökkva sér í, en þetta þarf ekkert eitt útilokað annað. Og ég klippi bara þarna inn bara markmiðsákvæði lagana. Það getur verið ágætt, ég get að þylja það upp, við svona farið við það, en það ágætt bara að sjá það, þá kannski áttar maður sig oft aðeins á hvað ræða. Svo erum við líka með lög Evrópskt samstarfsráð, það rauninni svipað og þetta að ofan upplýsingar og samráð, nema þetta í rauninni svona viðbótar reglur sem getur gilt þá svona alþjóðlega samsteypur. Gildissvið þá að það sem minnst 1000 starfsmenn á EES-svæðinu eða minnst 150 starfsmenn í 2 löndum. Þetta svona hugsunin að kannski einstaklingur sem vinnur hjá dótturfyrirtæki útibú á Íslandi, hjá stóru evrópsku fyrirtæki, að reyna svona að halda einhverju tengingu, hann viti hvað gerast erlendis, upplýsingur reksturinn, upplýsingur starfsmannastefnur og slíkt. Þannig að en þetta svipað hitt, það lítið stemning fyrir þessu kannski í Norður-Evrópu, kannski eins og eigum ekki mikið af svona stórum alþjóðlegum fyrirtækjum sem að starfa hérna í Íslandi, ég bara þekki það ekki alveg. En ég klippi aftur inn hann markmiðsákvæði til að þið getur svona aðeins, það segir svo oft svo margt. Áfram það settanett, ég setja fyrirvara að þetta eina sem ég þekki, þetta eina sem ég veit eina lagaákvæði sem kveður á fulltrúa starfsmanni stjórnum fyrirtækis, að það lög frá 2013 Ríkisútvarpið, RÚV ohf. Að ég klippi bara hérna inn, sjáu þessa 9. grein þar sem mælt fyrir hvernig stjórn Ríkisútvarpið skuli skipuð, og þar segir starfsmannasamtök Ríkisútvarpsins tilnefna einn mann og annan til vara, löglega búið að hafa því málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt í stjórn Ríkisútvarpsins. Þetta eina ákvæði sem ég veit að ég útiloka þá ekki svona kannski, þetta gildi þá aðalega svona apparat svipuð og RÚV, svona opinber, hálfopinber, sjálfsegna dæmi, stofnanir, eitthvað slíkt, svona þetta sem svona ekki pjúra einkamarkaður og ekki pjúra opinberi markaður. En þetta eina sem ég veit því ef einhver veit eitthvað meira þá má hann svo sem koma til mín. En kannski rétt bara til ekki eitthvað smá innsýn inn í Evrópu, þá sýni ég ykkur þetta kort hérna af Evrópu, þetta inn í Evrópska efnahagssvæði, sem þessi lituðu lönd. Og hérna hafa félagar okkar í E2I skipt inn í álfunni upp í þrennt, þar annars þið sjáu þessa dökku fleti, þessa svart eða dökkgráu fleti, að það talar wide regulation scope, eða þess að þá þetta inn í lönd þar sem eru reglur rétt starfsfólk til stjórnarsetu, bæði á almennum og opinberum markaði, eða fyrirtæki á almennum og opinberum markaði. Svo erum við með þessi bláu sem svona limited regulation scope, það eru lönd þar sem eru kveðið á að starfsfólk skuli eiga sem fulltrúa í stjórnum opinbera fyrirtækja, og svo erum við með ljósgráu löndin, þar sem eru engar reglur. Það sjáum hérna Ísland og Bretland og Eystrasaltslöndin og slíkt. Ég ekkert að leggja neitt sérstakt gildismat á þetta. Það ekki því einhver hræðilegur áfellisdómur fyrir Íslandi. Þetta bara umræðan óþroskuð hér, komin stutt á veg. Í þessu getur líka bara falist tækifæri og slíkt. Ef þetta eitthvað sem fólk trúir á, en þingið gerir það augljóslega með við ályktanir, þannig að þetta svo sem bara ágætt fyrir okkur að, það auðvelt fyrir okkur að vísa þó þess ekki bara í Norðurlöndin, sem ég ætla kannski að fjalla næst, að það oft það sem við gerum að vitni þangað, að þar eru reglur þetta. Og
það þekkist á Norðurlöndum að bæði í lögum og einhverju í kjarasamningum, það sem kveðið á fulltrúa starfsmanna í stjórnum með einhverjum hætti, annaðhvort bara fullgildi stjórnarmenn eða einhvers konar áheyrn. Í Danmörku á starfsfólk rétt til að, og nota bene þetta þarf að koma fram krafa, þetta gerist ekki sjálfu sér, starfsfólk getur krafist að fá þriðjung stjórnarmann í fyrirtæki með 35 starfsmenn eða fleiri. Ég rakst á hérna ágætis rannsókn sem gefur fyrirkomunan ágætis vitnisburð. Það svo sem ekki, menn greina ekki mikið mun á ákvarðanatöku sjálfu sér fulltrúa starfsfólks og eigendana. Þetta virðist vera unnið bara ákveðið traust og sátt, en þó fulltrúar starfsfólks eru líklegri til að taka tillit til hagsmuna umhverfisins og nærsamfélagsins við ákvarðanatöku. Og eins og þetta gerist ekki sjálfu sér, þetta þarf að koma krafa, þannig að þetta eins og þarna segir rétt rúmur helmingur fyrirtækja sem að gætu verið með stjórnarmenn og hópi starfsfólk sem með hann. Og þetta þeim mun stærri sem fyrirtækin verða, þeim algengar þetta, fyrirtæki með 100 manns og fleira, að það þá líklega þeir séu með og svo framvegis. Svipað í Noregi, þar með 30 starfsmenn, ákveðnar greinar eru svo undanþegnar lögunum, til dæmis fjölmiðlafyrirtæki, en við því að brugðist, og það þá í kjarasamningum blaðamanna, að þeir skuli eiga sæti í stjórn. Og svipum hættu í Danmörku þá gerist ekki sjálfu sér, þetta krafa og það réttur helmingur fyrirtæki sem og aftur sama mynstrið algengar meðan stærri fyrirtæki. Og svipað í Svíþjóð, nema þar ennþá bara 25 starfsmenn eða fleiri, þriðjungur stjórnarmanna, nema þar fjallað sérreglum að fulltrúi starfsfólks skuli víkja þegar fjallað kjarasamningsmál. Það kannski máli ætlað sé með einhverju móti líka í hinum löndunum, líka bara fyrir viðkomandi starfsmann, verja hann, en það var þá, ég fann engar skráðar reglur þetta, en stjórn auðvitað setur sér reglur og slíkt, þannig að, en þetta sérstaklega skýrt í sænsku reglunum. Þannig að, já, þannig við höfum fordæmin, ef til það farið, og það alltaf auðveldar ef vilji stendur til þess að setja þessi mál frekar á dagskrá og fá þetta inn hjá okkur, þá held ég krafan auðveldari til að við getum bent á skýrar fyrirmyndir, samanber korti hérna áður. En þá rétt bara kannski til að draga saman hvar stöndum við, því ég varpa þeirri spurningu hérna upp í upphafi. Þetta kannski verið mín ályktun, hann efst að há stéttarfélagsaðild og virk stéttarfélagsþátttaka, hún stuðlar að auknu faktísku lýðræði. Og ég held að það sé alveg með til sanns við að færa, að auðvitað hvað gerir stéttarfélagsþátttaka, hvað gerir virkni? Jú, hún valdeflir starfsfólk, valdeflir einstaklinga til þess að hafa skoðanir á málunum og svona jafnar stöðuna milli þeirra og atvinnurekenda, þannig að þetta auðvitað kannski á ekki alla vinnustaði, en svona almennt, já, held ég að það með skella fram þessari fullyrðingu. Það nær engar skráðareglur atvinnulýðræði hér á landi, eins og ég var að fara yfir. Við erum með þessi samstarfsráð og við erum með einstaka fyrirtæki svo RÚV, það ekki neitt í hlutafélagalögunum eða neitt slíkt. Við þurfum að þroska umræðuna frekar, eins og ég segi, og ég held að ætla því séu saman mér og þingið vill þroskana áfram. Höfum skýr fordæmi í Evrópu, sérstaklega skýr fordæmi í Skandinavíu, sem alltaf einhvern veginn svona, þannig svona einhvern veginn goggunarröðin, það rosa mikið horft til Skandinavíu og það erfiðara ofta að finna upp hjólið í þessu reglusetningu, þannig að þetta gerir málstaðinn svona auðvinnanlegri. Og fyrir áhugasama þá mest megnið þessu efni sem hérna var fjallað tekið af síðu sem heitir workerparticipation.eu og síða sem félagar okkar í E2I eða European Trade Union Institute, sem svona einhvers konar blanda af félagsmálaskóla og fræða hluta Evrópusamtökunum okkar, þar sem þessum upplýsingum og meira til hefur verið safnað saman og þannig að ég bara hvet áhugasama til að fara að brása þar, það getur verið spennandi.